Eru stutt verðtryggð lán slæm? Þegar ég keypti mína fyrstu íbúð 1996, þá var bara í boði 40 ára verðtryggð lán og ég myndi aldrei mæla með þeim fyrir neitt. En í dag eru rosalega margar lánaafurðir og ég segi oft, sérstaklega við fyrstu kaupendur og svona unga kaupendur sem eru kannski í kringum 30, skoðið þið lánalengdina á lánunum, farið í lánareiknivélarnar og skoðið aðeins hvað það þýðir. Og ég fór núna og ég kíkti inn á Arion banka og setti að ég var í fyrstu kaupandi, ég var að kaupa 65 milljóna eign og var að taka lán upp á 54 milljónir. Þar var greiðslubyrðin á 40 ára óverðtryggð lán í kringum 400.000. Svo fór ég bara stitt í verðtryggða lánið og ég fór niður í 17 ár og svo fór ég að skoða endur greiðslubyrðina og hún var tæplega 200 milljónir á 40 ára með óverðtryggða lánið en hún var 112 á verðtryggða láninu, þannig að það munar líka umtalsvert. Og þá segi ég stundum við sérstaklega 30 krakka, hvað ertu gamall? Eftir 40 ára, ef þú tekur 40 á óverðtryggt lán, þá ertu 70. Ef þú tekur 17 ára verðtryggt lán, þá ertu 47. Þannig að sérstaklega út að koma í svona endalega íbúð, ég myndi virkilega skoða alla möguleika og skoða lánalengdina því hún getur skipt miklu meira máli. En ég vil ítreka að ég er ekki fjármálaráðgjafi, ég er ekki að segja að ég geri þetta, en skoðið þið allt áður en þið ákveðið hvernig lánið ætla að taka.